förum alveg að hefja leik. Ég set fund í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3507 og áður við hefjum fundinn þá vil ég leita afbrigða frá útsendri dagskrá og óska eftir að 2 nýir liðir bætist við og verði fyrsti og annar liður fundarins. Fyrri liðurinn varðar innrás Rússa í Úkraínu og svo síðari snýr að breytingunni í skipan nefnda. Orðið listum þennan lið þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það er allir, takk fyrir það. Þá liggur fyrir okkur dagskrá í 8 liðum og fyrsti liður á dagskrá innrás Rússa í Úkraínu fordæmd. Til að lesa upp hér bókun fyrir hönd bæjarstjórnar til samþykktar og hún hljóðar svo. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar fordæmir harðlega innrás Rússa í Úkraínu og brot þeirra á sjálfstæði og sjálfræði þjóðarinnar. Bæjarstjórn lýsir yfir fullum stuðningi við úkraínsku þjóðina og lýsir sig jafnframt reiðubúna til móttöku flóttafólks frá Úkraínu. Bæjarstjórn tekur einróma undir yfirlýsingu Evrópusamtaka sveitarfélaga. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun, gefið merki. Það eru allir, takk fyrir það. Þá er komið að öðru lið á dagskrá. Það er bæjarstjórn Akureyrarbæjar breyting í nefndum, lögð fram tillaga L-lista breytingu á skipan fulltrúa í fræðslu- og lýðheilsuráði. Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir verði aðalfulltrúi í stað Önnu Hildar Guðmundsdóttur og Anna Hildur Guðmundsdóttir verði varafulltrúi í stað Ragnheiðar Lilju Bjarnadóttur. Orðið er laust, sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það eru allir. Þá koma þriðja lið á dagskrá, Móahverfi deiliskipulag til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Þórhallur. Var ég á mute? Já, þú varst á mute, þannig að byrjaði eftir bara að gera svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, liður 3 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 23. febrúar 2022 lögði fram tillaga að deiluskipulagi Móahverfis sem nær til 45 hektara svæðis suðvestan Borgarbrautar norðan Giljahverfis. Með skipulaginu er markmiðið að leggja grunn að nýju og vönduðu íbúðahverfi með fjölbreyttu íbúðagerðum, nálægð við útivistarsvæði og góðum tengingum gangandi og hjólandi innan svæðis og við aðliggjandi hverfi. Er gert ráð fyrir að byggðar verði rétt rúmlega 1000 íbúðir á svæðinu. Á fundi bæjarstjórnar þann 11. janúar síðastliðinn var tillaga breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 vegna deiluskipulagsins samþykkt til auglýsingar samkvæmt 31. grein skipulagslaganna. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki framlagða tillögu að deiluskipulagi og að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 samhliða auglýsingu aðalskipulagsbreytingarinnar. Ólafur Kjartans vaflista óskaði bókað eftirfarandi. Ég fer fram á að gerðar verði tengingar milli botnlanga fyrir hjólandi umferð aðskilið frá umferð gangandi vegfarenda. Einnig að það verði gert ráð fyrir aðskilnað á milli hjólandi og gangandi á meginleiðum út úr hverfinu. Takk. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi kannski aðeins koma inn á hugmyndir sem hafa komið upp varðandi fráveitulausnir og mögulega nýting á svartvatnslausnum í fráveitum eða í Móahverfi, ef að óska eftir smá hugleiðingu þar. Takk. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka Hildu fyrir að vekja máls á þessu. Við fengum kynningu á þessu rétt daginn og þetta verður tekið til kynningar í skipulagsráði á næsta fundi, væntanlega, þar sem að verður farið yfir þetta mál. Það er spurning með og það þarf að skoða þetta vandlega hvort að við séum komin of langt til að taka þetta inn fyrir svo stórt hverfi.
þetta eitthvað sem að þarf að vinna þá í samvinnu við Norðurorku og hönnuði sem sagt hverfisins. En sjálfsagt mál og skipulagsráð ætlar að taka þetta inn og skoða þetta mál í kjölfarið. En við megum samt vegna stöðu okkar í lóðamálum í bænum, þá megum við ekki láta þetta tefja okkur í ferlinu, þannig að þetta þarf að gerast hratt. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, næst hefði máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Bæjarfulltrúar, það er rétt til að upplýsa fólk það að Norðurorka hefur tekið þetta mál inn á borðinu á sér og að skoða kostnað og aðra lausnir hvort þetta sé hreinlega hægt. Og það verður unnið mjög hratt. Þannig að það allir að reyna að vinna í sömu átt í þessu máli. Takk. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu, orðið laust. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs þess að geta samþykkt skipulagið og auglýsinguna og fara í auglýsingu, gefið merki. Það eru allir, takk fyrir það. Þá er komið að fjórða liða dagskrá, spennistöð við Strandgötu, breyting á deiliskipulagi miðbæjar, til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er liður 5 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 23. febrúar 2022. Lögð fram tillaga Landslags EHF að breyting á deiliskipulagi miðbæjar vegna spennistöðvar við Strandgötu. Breytingin felst í því að sunnan Strandgötu við innkeyrslu að Hofi og Hafnarsvæði verður bætt við lóð og byggingarreit fyrir spennistöð. Innan byggingarreits verður heimilt að reisa spennistöð allt að 30 fermetra auk lagnakjallara. Byggingin verði á einni hæð með flötu eða einhalla þaki og hámarksvegghæð 2,4 metrar frá gólfkvóta. Og það fylgdi með skipulagsuppdráttur sem að sýnir afstöðu byggingarinnar á lóðinni. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að breytingin verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010 með minniháttar lagfæringum á gögnum varðandi ákvæði útlit spennistöðvarinnar. Takk. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, orðið laust. Sem enginn hefur hvatt til hljóðs, þessi geta samþykkt að setja þessa breytingu í auglýsingu. Gefið merki, það eru allir, takk fyrir það. Þá komið að 6. lið á dagskrá, Hofsbót 2, umsókn um breytingu á deiliskipulagi, til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, liður 7 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 23. febrúar 2022 lagði fram erindi Ásgeirs Tómasson frá TIARC Arkitektum EHF fyrir hönd lóðarhafa Hofsbótar 2 þar sem óskar eftir að gerð verið minniháttar breytinga á auglýstri deiliskipulagsstílum fyrir Hofsbót 2 sem samþykkt var í bæjarstjórn þann 1. febrúar síðastliðinn. Umrædd tillaga hefur ekki tekið gildi með auglýsingu í B-deild stjórnartíðenda. Þær breytingar sem óskað eftir eru eftirfarandi. Númer 1 að það komi skýra fram að gert sé ráð fyrir íbúðum á 2. til 4. hæð samræmis við gögn sem kynnt voru með auglýstri tillögu. Númer 2 að ekki sé gerð krafa að allar íbúðirnar hafi glugga á að minnsta kosti 2 hliðum með þeim rökum að í öllum íbúðum verði loftræstibúnaður með varma endurvinnslu. Númer 3 að ekki verði áfram gert ráð fyrir indreginni hæð á vestanverðu það til samræmis við gildandi deiliskipulag. Meðfylgjandi uppfærð breyting á deiliskipulagi til samræmis við ofangreint. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að þær breytingar sem óskað eftir verði samþykktar og þær bætist við áður samþykkta breytingu að fækka hæðum úr 5 í 4. Að mati skipulagsráðs ekki að ræða grundvallarbreytingar á tillögunni eftir auglýsingu og því ekki þörf á að auglýsa breytinguna að nýju. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið laust. Sem enginn hefur hvatt til hljóðs, þessi geta samþykkt tillögu skipulagsráðs, gefið merki. Það voru 11, það ekki rétt hjá mér. Getið ég gert þetta aftur, ég sá ekki alveg alla. Jú, 11, takk fyrir það. Þá er komið að 7. lið. Nei, vorum við komin á 7. lið, var það ekki? Með leyfi forseta við slepptum 5. lið.
Við slepptum 5. lið, mér fannst ég að skauta yfir 1, sko. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Þórhallur. Við förum í 5. lið, það Sjafnanes, breyting á deiliskipulagi B-áfanga Krossaneshaga. Til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, liður 4 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 23. febrúar 2022 lagði fram drög að tillögu verkís verkfræðistofu og formsarkitekta að breytingu á deiliskipulagi B-áfanga Krossaneshaga fyrir athafnalóðir. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki að gerð verði breyting á B-áfanga Krossaneshaga til samræmis við erindið og að breytingi verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust. Það sem enginn hefur hvatt til hljóðs. Þeir sem geta samþykkt að gerð verði breyting á B-áfanga Krossaneshaga, gefið merki. Það eru allir, 11, takk fyrir það. Og þá erum við komin að 7. lið á dagskrá, sem starfsáætlanir ráða, skipulagsráð, til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, 2. febrúar fyrir ári síðan stóð ég í ponti í Hofi og tjáði ykkur að með liði eins og það væri jól. Það hefur lítið breyst, en eru verkefnin ánægjulega mörg og allt á fullum snúningi í skipulagsmálum í bænum. Þá upplýsti ég ykkur að það væri verið að fara að byggja 2 heilsugæslustöðvar, nýja flugstöðvarbyggingu, stækka flugflæðið og tilkynnt hafi verið stækkun SAG, sem gríðarlega stórt verkefni. Þessi mál taka ótrúlega langan tíma, en við erum að vona að vinna við heilsugæslustöðvarnar hefjist á þessu ári, flugstöðin á næstu vikum en SAG á næstu árum. Það lengra, stærra verkefni. Uppbygging á þéttingarreit við Austurbrú og Hafnarstræti gengur vonum framar og þegar byrjað að steypa upp þar. Tónatröðin gengur hægar en nú eru samt öll gögn komin sem kallað hefur verið eftir til að halda áfram með skipulagið. Það jarðvegsrannsókn, umferðargreining og umsögn Veðurstofu. Skipulagsráð veitti í síðustu viku umsækjanda því heimild til að vinna deiluskipulagsbreytingu sem byggir á áður innsendum gögnum. Síðasta einbýlishúsalóðin í Hagahverfinu var úthlutað í síðustu viku og því búið að úthluta öllum lóðum í því hverfi. Ásókn í lóðirnar í Holtahverfi var mjög mikil þegar þær voru auglýstar og fóru þær allar út bæði einbýlis- og fjölbýlishúsalóðir. Gert ráð fyrir að 165 íbúðir verði kláraðar á Akureyri á þessu ári, sem dágott. Ásókn í atvinnulóðir hefur stóraukið síðustu vikurnar og fækka nú lóðunum í Týsnesinu, nýja iðnaðarhverfinu okkar hratt. Norðurtorg var tekið í gagni á síðastlinu ári og fjölgar verslunum þar á næstunni, auk þess sem upp áform meiri uppbyggingu á reitinum sem kallar á aðalskipulagsbreytingu. Húsasmiðjan á lokametrónum að klára sitt hús, sem stórt og glæsilegt, og bygging Krónuverslunar gengur vel og reikna með að þeir opni á haustmánuðum. MS áformar að byggja við hjá sér á þessu ári og auk þess unnið að deiluskipulagsbreytingu fyrir fleiri fyrirtæki sem áforma frekari uppbyggingu á þessu ári, þannig að það má segja að það sé allt á fullu. Bæjarstjórn gerir ráð fyrir að byggja nýtt dvalarheimili fyrir aldraða í samvinnu við ríkið og gert ráð fyrir að það verði við lögmannslið og þá á 2-3 hæðum til að koma fyrir leikskóla og við byggingu við síðuskóla á sama reit. Gatnagerðargjöld á árinu 2020 námu 343 milljónum króna. 848 milljónum króna á árinu 2021 eða 500 milljónum meira og munar þá mest Austurbrúarreitin sem var 300 milljónir króna. Þannig að þéttingarreitir sem ekki þarf að fara í mikla gatnagerð við skipta sköpum ef við ætlum að ná að auka tekjur bæjarins og ná fram hagkvæmni í rekstri hans. Þann 25. febrúar síðastliðinn voru gatnagerðargjöld þegar komin í 152 milljónir og stefnir í tæpan milljarð á árinu ef áætlanir ganga eftir. En snúum okkur að aðalmálinu. Starfsáætlun skipulagssviðs, helstu áherslur og forsendur starfsáætlunar. Þau mál sem tilgreind eru í samstarfsáttmála bæjarstjórnarinnar og eiga sérstaklega við starfsemi skipulagssviðs eru flest í gangi nú þegar eða í undirbúningi. Verkefnin eru eftirfarandi. Við sjá til þess að alltaf verði í boði ákjósanlega lóðir fyrir íbúð og atvinnuhúsnæði. Við erum búin að hlaupa hratt og þetta eitt helsta verkefni skipulagssviðs á hverjum tíma
og í gangi nokkur skipulagsverkefni til að tryggja að ávallt séu til lóðir til uppbyggingar íbúða og atvinnuhúsnæðis. Skipulagsverkefnin að mestu unnin af utanaðkomandi skipulagsráðgjöfum í samráði við starfsmenn skipulagssviðs og umhverfis- og mannvirkjasviðs. Ramma á deiluskipulag fyrir nýtt íbúðasvæði Móahverfi vestan Borgarbrautar tilbúið til endanlegrar auglýsingar. Vinna við rammaskipulagið hófst árið 2018 en var sett í biðstöðu í nokkurn tíma meðan athyglin beindist að því að klára skipulag Holtahverfis og annarra uppbyggingasvæða. Samkvæmt nýja skipulaginu gert ráð fyrir að þarna geti byggst yfir 1000 íbúðir. Vonast til þess að hægt verði að úthluta lóðum í haust og þá verður uppbygging Holtahverfis komin á stað. Þannig að uppbygging í nýja hverfinu geti þá hafist hugsanlega 2023. Til viðbótar í gangi skipulagsvinna á nokkrum þéttingarsvæðum þar sem að verða lóðir fyrir uppbyggingu bæði íbúða og atvinnulóða og má þá nefna þéttingarsvæði á Oddeyri, Naust 2, uppbygging tjaldsvæðisreits og fleira. Mun aðeins koma inn á þessi svæði síðar. Í Krossaneshaga hefur verið að vinna nýtt deiluskipulagi endurskoðun fyrir athafnalóðir eða B-áföngi Nesjahverfis sem gerir ráð fyrir 14 lóðum og við Hlíðarfjallsveg unnið að skipulagi sem gerir ráð fyrir lóð fyrir gagnaver, auk 10 smærri athafnaláða og fyrir hreinlega atvinnustarfsemi, til dæmis kálver eða eitthvað slíkt. Halda áfram að byggja upp stígahverfi bæjarins. Árið 2020 tók nýtt stígaskipulag fyrir Akureyri gildi og mjög ánægjulegt að því ferli sé lokið og hefur athyglin beinst til framkvæmda. Með nýju skipulagi sett fram heildstæð stefna og skýr framtíðarsýn að byggt verði skilvirkt, öruggt og aðlaðandi stígakerfi sem gerir íbúum kleift að sinna vinnu, daglegum erindum og frístundum allt árið kring. Markmiðið að stuðla að bættum samgöngum fyrir gangandi og hjólandi og vegfarendur og gert ráð fyrir auknum aðskilnaði þar á milli. Fyrsta skrefi í þeirri vinnu var að setja á stað hönnun á stofnstígi gegnum bæinn, frá Sjafnargötu í norðri, allt suður að Kjarnaskógi og einnig til austurs meðfram Leirubraut. Með það markmiði að hægt verði að hefja framkvæmdir sem fyrst. Þar erum við að tala það sem er verið að koma nýju samgöngukerfi fyrir inn í þegar byggt svæði viðbúið að gera þurfi breytingar á fjölda deiliskipulagsáætlana sem vinna þarf í samráði við íbúða og aðra hagsmunaaðila eftir því sem við á. Þar sem verkið töluvert umfangsmikið var ákveðið að skipta verkinu í 3 hluta og fá 3 aðila til þess að koma að hönnun verksins. Verkfræðistofurnar Mannvit, Efla og Verkís vinna nú á verkefninu í samráði við Akureyrarbæ. Ég fékk skipulagsráð kynningu á 2 hlutum verksins á síðasta fundi þar sem að stefnt að því að setja stíginn meðfram Leiruvegi í forgang á þessu ári. Síðan það að hefja uppbyggingu vistvæns miðbæjar. Frá upphafi árs 2020 var unnið að endurskoðun deiluskipulags miðbæjar Akureyrar með það markmiði að hægt verið að hefja uppbyggingu eins fljótt og mögulegt væri og helst á árinu 2021. Var þetta eitt stærsta verkefni sviðsins á árinu 2020 og viðbúið að skipulagsverkefni sem tengjast miðbænum verði í gangi út árið 2022 og jafnvel lengur, þar sem eftir að endurskoða deiluskipulag austan Glerárgötu og einnig við Ráðhúsið. Nýtt deiluskipulag miðbæjarins tók gildi, þarna klikka ég. Það var 21. Þeir búið að úthluta fyrstu lóðinni við Hofsbót og gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist strax í maí. Nýtt skipulags miðbæjarins virðist hafa aukið áhuga verktaka á uppbyggingu í miðbænum og því unnið að því að endurbyggja Arion bankahúsið við Geislagötu 5, auk þess sem að bíóið var selt í síðustu viku og uppi áformum að rífa það og byggja verslunar og íbúðarhúsnæði. Einnig verið að gera upp og byggja við Strandgötu 12. Hafnasamlag Norðurlands gerði samkomulag við Akureyrarbæ svokallaðan Torfnesreit og hönnun á reitnum í hugmyndasamkeppni sem stendur fram í apríl væntanlega og tekur þá deiluskipulagsvinna við í kjölfarið. Móta heildarsýn á skipulag tjaldsvæðisreitins við Þórunnarstræti, ferli breytingu á aðskipulagi við tjaldsvæðisreitin, svæði sem afmarkaðist að byggðavegi Þingvallastræti, Þórunnarstræti og Hrafnagilsstræti
var í gangi frá 2020 og gert ráð fyrir að svæðið skilgreint sem miðsvæði. Það hefur þegar verið gert. Ég að lesa einhverja vitleysu. Samhliða aðalskipulagsbreytingunni var unnið að fyrsta áfanga breytingar á deiluskipulagi sem fól í sér heimild að byggja heilsugæslu norðaustur hluta svæðisins þar sem nú almenn bílastæði fyrir tjaldsvæði. Þar sem þeirri vinnu er nú lokið hægt að fara í annan áfanga breytingar á deiluskipulagi sem felst á í að útfæra skipulag fyrir uppbyggingu íbúðasvæðis á núverandi tjaldsvæði. Tryggjað uppbygging þróunarreitur og Oddeyri færi í íbúðakosningu var eitt af verkefnunum og vinna við breytingu aðalskipulagsins og fór í gang 2019 og tillaga formlega auglýst með athugasemdir frest til 17. febrúar 2021. Forsenda uppbygginguna var að einnig unnið að breyting á deiluskipulagi svæðisins auk þess sem fyrir lá að bæjarstjórn hefur samþykkt að fara í íbúðakosningu og skipulag svæðisins. Í kjölfar niðurstaðna þeirra íbúðakosninga ákvað skipulagsráð að hætta við tillöguna og vísa málinu til endurskoðunar aðalskipulags á nýju kjörtímabili. Efla markvisst íbúðasamráð allt frá árinu 2019 hefur verið unnið þétt með starfsmönnum Akureyrarstofu og núverandi þjónustusviðs við að auka og bæta samráð við íbúa og aðra hagsmunaaðila í stærri skipulagsverkefnum sem í gangi á hverjum tíma. Áfram verði áhersla á aukið íbúðasamráð árið 2022 í þeim uppbyggingaverkefnum sem í gangi á hverjum tíma. Skoða og greina meta mögulega útvistun verkefna. Á undangengnu ári hefur hluta verkefna við yfirferð og aðalskipulagst við tengslu við útgáfu byggingaleyfis verið útvistaðar en einnig verið gert ráð fyrir á þessu ári, sérstaklega mikið álag verður á sviðinu og ákveðnum tíma. En það má segja að það hafi samt gengið mjög vel innan sviðs að sinna þessum verkefnum. Þannig að minna hefur verið úthýsingu heldur en reikna maður með. Taka upp gjaldskyldu á bílastæðum í miðbænum, skipulagssvið, umhverfis- og mannvirkjasvið og stjórnsýslusvið voru með þetta verkefni að útfæra tillögu við framkvæmd gjaldskyldu á bílastæðum í miðbænum. Efla verkfræðistofa var ráðgjafi verkefninu og var gjaldskylda innleidd í miðbæ Akureyrar í janúar 2022 og svona smá saman að komast í gagnið. Önnur verkefni af öðrum stórum verkefnum sem í vinnslu og skipulagssviði má nefna deiluskipulag fyrir Tryggvabraut sem unnið í samvinnu við Vegagerðina og svæðið þar til norðurs. Drög að skipulagi á leiðinni í kynningu og skoðun á uppbyggingu á óbyggðum svæðum innan íbúðasvæðis og Oddeyri. Þar eru 2-3 reitir sem í skoðun. Breyting á skipulagi iðnaðarlóða við Sjafnanes sem á lokametrónum. Deiluskipulagssvæðis og hornið Miðhúsabrautar og Súluvegar fyrir dýraspítala. Verndarsvæði í byggð sem verkefni sem minjasafn á Akureyri hefur unnið fyrir Akureyrarbæ og snýst að setja verndarskilmála í innbænum. Og loksins stefnt að efna til, uppi hugmyndir að efna til hugmyndasamkeppni seinni hluta þessa árs deiluskipulag fyrir Akureyrarvöll. Þetta eru svona helstu verkefnin okkar. Takk fyrir þetta. Já, það hefur Þórhallur Jónsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu og það fórst nú fyrir hjá mér hérna í upphafi fundar að bjóða bæjarfulltrúa Sunnu Hlín Jóhannesdóttur hjartanlega velkomna á sinn fyrsta bæjarstjórnarfund og ég geri það hér með og bara biðst afsökunar á þessu. Það hefði átt að gera það í upphafi fundar. En það sem sagt umræða áfram þennan 7. lið, það starfsáætlun skipulagssviðs og til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að taka undir heill áskil til bæjarfulltrúa Sunnu og svo vil ég þakka bæjarfulltrúa Þórhalli fyrir góða og skemmtilega og hressilega yfirferð. Það er mjög ánægjulegt að heyra að það er mikil uppbygging í bænum og kemur úr öllum áttum frá einstaklingum og verktökum og opinberum stofnunum og fyrirtækjum og hvaðeina. En af því að við erum landlítið sveitarfélag þá þurfum við að vanda okkur með hvernig við nýtum plássið og við höfum ennþá einhverja möguleika á að bæta við nýjum hverfum eins og við erum að gera, má segja, í Holtahverfi og sömuleiðis Móahverfi. En svo er þetta virkilega spennandi uppbygging, myndi ég segja, sem framundan á Tjaldstæðisreitnum til dæmis, feiknarlegir möguleikar að auka þar
íbúðabyggð í nágrenni við mjög stóra vinnustaði og skóla. Það bara alveg frábært, svona út frá hugsunum einfaldara líf og ódýrara og umhverfismál og að því að ég hef nú setið í umhverfis- og mannvirkjaráði þar sem við erum alltaf að tala kostnað við gatnagerð og kostnað við snjómokstur og kostnað við strætókerfi og svo framvegis, að þá sér maður hversu miklir kostir eru á alla vegu við að hafa byggðina tiltölulega þétta og þannig að fólk geti ferðast með einföldum og umhverfisvænum hætti frá heimili til skóla eða vinnu. Og svo langar mig bara að nefna líka varðandi Oddeyrina. Ég sérstakur áhugamaður uppbyggingu þar og ekki bara af þessum ástæðum sem ég var að tala áðan, heldur líka að því að þar vill þannig til að við erum með grunnskóla sem að getur hæglega tekið við fleiri börnum og þarf eiginlega á því að halda. Og svo í öðru lagi vegna þess að þar erum við með þessa miklu nálægð við miðbæinn og getum bætt við íbúðum í göngufæri við miðbæinn sem að myndi styrkja miðbæinn. Og ég held líka að þar séu miklu möguleikar á að byggja íbúðir sem að myndu höfða til fólks annars staðar á landinu, til að kaupa hérna veglega og dýra íbúð til að nota sem orlofsíbúð og það þarf ekkert að trufla okkur að öðru leyti ef við byggjum bara líka nóg af íbúðum fyrir barnafólk og aðra sem að ætla að búa hérna og ganga í skólan og svo framvegis. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, næsttekti máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Takk fyrir það og forseti ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir hlý orð í minn garð. Það er bara spennandi að vera komin hérna á nýjan vettvang og þakka bæjarfulltrúa Þórhalli Jónssyni fyrir fína yfirferð og greinilega mjög margt jákvætt í gangi og spennandi tímar. Mig langar að koma aðeins inn á 2 atriði þarna. Og fyrst það hugmyndasamkeppnin nýtt skipulag á Torfunesi, en það verður mjög spennandi að sjá hvað kemur út úr þeirri hugmyndasamkeppni, af því að ég eiginlega sammála bæjarfulltrúa Andra og ætla að koma inn á það, að ég held að þessi komin tími til að við poppum aðeins upp Oddeyrinn okkar, að lögð veri vinna í framtíðarsýn Oddeyrrinnar sem býður upp á skemmtilega blöndun íbúðabyggðar, fyrirtækjareksturs, hafnarstarfsemi og þjónustu, eins og sést hefur raungerast í mörgum borgum og ég tel að það veri bara verkefni nýrrar bæjarstjórnar að poppa upp Oddeyrinn okkar. En hitt svo, ef við komum aðeins að Móahverfi, ég veit við ræddum það hérna í fyrsta lið, en það sem var talað hér mikilvægi þess að við höfum allar íbúðagerðir í boði, það langar mig að ræða Móahverfi hér. Fagna þessari uppbyggingu og líst mjög vel á skipulagið. Mér finnst að minna pínu á Giljahverfi, þar sem ég einmitt bý og ég held að sé bara almenn ánægja með skipulagið í Giljahverfi, ef aldrei heyrt neitt annað. Bæjarfulltrúi Þórhallur kom inn á skipulagsvinna við Móahverfi, hafa verið sett í stuði meðan verið var að klára önnur verkefni, en mér langar að benda mikilvægi þess að hraða þessari uppbyggingu og ekki láta neitt okkur af einni ástæðu. Nú var verið að úthluta síðustu einbýlishúsalóðunum á Akureyri og það má með sanni segja færri fengu en vildu í Holtahverfinu, en samkvæmt húsnæðisáætlun 2022 sem var lögð fyrir 1. febrúar síðastliðinn verður ekki einbýlishúsalóð í boði fyrr en árið 2022 og þá 21 lóð 7/2025 og svo ekki aftur fyrir árið 2027 og 2028 og þessar lóðir eru allar í Móahverfi. Þetta áhyggjuefni þar sem framboð einbýlishúsalóða í nágrannasveitarfélögum okkar töluvert og uppbyggingu vinsælla einbýlishúsahverfa eins og Kotra og Hagabyggð að raungerast, auk Hrafnagilshverfis og fleiri staða. Við verðum að vera samkeppnishæf kemur að búsetuvalkostum hér við Eyjafjörðinn og við verðum sérstaklega að halda í okkar útsvarsgreiðendur og þetta fólk sem að geta farið út fyrir bæinn og byggt flott einbýlishús þar. Þetta alls ekki gagnrýni á störf skipulagsráðs sem greinilega mjög margt í gangi og
heldur bara ábending þar sem ég hjó eftir að þetta var ekki rætt í umræðum húsnæðisáætlun sem var 1. febrúar, plagg sem hlýtur að vera leiðbeinandi fyrir þetta ráð. En annars segi ég bara takk fyrir mig. Það bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sinni, orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka Sunnu fyrir þetta. Ég skal segja að þeir tekur undir, það nóg að gera, en við erum að skoða, þegar húsnæðisáætlun gerð og þá voru ennþá einhverja 6 lóðir lausar. Þetta er þannig að okkur var sagt að þessar lóðir færi aldrei því að það vildi enginn byggja svona hús, en það kemur bara á daginn að það er alltaf einhverju tilbúinir að byggja einhvers konar hús. Þannig að það þarf ekki alltaf að breyta skipulagi til þess að lóðirnar fara út. En við höfum alveg haft sömu áhyggjur og þú hefur og við höfum alveg skoðað þetta og þess vegna erum við til dæmis að skoða þéttingareit sem heitir Naust 2, þar sem við getum komið fyrir einum 10 einbýlishúsalóðum. Þannig að það er allt í skoðun og við erum stanslaust að spá hvernig við getum flýtt og komið inn til þess að bregðast við markaðnum. Markaðurinn er búinn að vera svolítið rugl síðasta ár og við erum bara búin að vera á hlaupum til þess að bregðast við, þannig að ég bara orðið það svo. Takk fyrir. Það er þá bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sinni, næst til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka Þórhalli kærlega fyrir góða yfirferð og þetta bjóða Sunnu velkomna. Ég vildi bara, í fyrsta lagi bara alveg frábært hvað það er bara rífandi gangur á Akureyri. Mér finnst að við setjum svolítið puttan á púlsi með því að finna fyrir þessari eftirspurn sem er til staðar. Og mér finnst við vera að bregðast vel við því og hlakka gríðarlega til verkefna sem að tengjast þessum þéttingamálum bæði á tjaldsvæðisreitnum og Akureyrarvelli. Ég held að það séu mjög spennandi tækifæri. Ég vildi bara koma inn og nefna það sem að kemur meðal annars fram í húsnæðisáætlunum okkar að það sé mikilvægt að horfa til fjölbreytta hópa. Það er að segja að sjálfsögðu skiptir máli að hafa einbýlishús í boði. Við erum að sjá ansi erfiða stöðu á markaðnum fyrir marga, ekki síst ungt fólk að komast inn á húsnæðismarkaðinn og ekki síður tekjulága einstaklinga. Við þurfum einhvern veginn að horfa á þetta allt í heildarsamhengi og það er talað til dæmis að leigu- og búsetaréttar íbúðum sem reknar eru af neytendafélögum án hagnaðarkröfu verði gefinn skilgreindur forgangur og dreifist sem mest milli svæða og þetta þykir mér mjög mikilvægt og brýnt að ávarpa. Og það sama má segja líka hvernig við getum nýtt skipulagið okkar í tengslu við umhverfis- og loftslagsmál og að horfa til hjólreiða og gangandi vegfarenda. En mér finnst mikilvægt samhliða umræðinu dýrar íbúðir og einbýlishúsalóð og lóðir og mikilvægi þeirra að þetta tali allt saman. Líka mikilvægi þess að ungt fólk geti komið sér út á markaðinn og tekjulágir hafi góðar aðstæður. Bara takk kærlega fyrir yfirferðina og ég held að þetta sé góðs viti. Við höfum nú talað svolítið það hérna í bæjarstjórn hvernig við ætlum að vaxa út úr þeirri kreppu sem við höfum verið að upplifa í gegnum COVID-19 faraldurinn og ég held að það sem við erum að sjá í skipulagsmálum og úthlutun lóða og fjölgun íbúa á Akureyri gefa okkur skýrt til kynna að það er engin ástæða til annars heldur en að vera með hökuna upp og við höfum fullt tækifæri á því að vaxa út úr vandanum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinni, ég ætla að biðja hana að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Takk fyrir það, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að þakka Þórhalli Jónsson fyrir fína yfirferð og hef svo sem ekki miklu við þessa umræðu að bæta. Ég tek undir með bæjarfulltrúum sem ég hef að tala áður að uppbyggingin áþreifanleg. Þetta er einhvern veginn maður hefur á tilfinningunni að það séu allir ásóknin í að setja niður fyrirtæki hérna og byggja séu orðið miklu meiri heldur en var bara þegar þetta kjörtímabil hófst. Og eins og það var aðeins komið inn á húsnæðisáætlunina. Hún einhvern veginn bara húsnæðisáætlun sem við lögðum fram hérna 2019 eitthvað, það er ekkert í gildi í raun. Þetta bara gjörbreyttist og aðstæðurnar allt aðrar og hún stóðst engan veginn.
Þannig að þá er spurningin sko hvernig bregðumst við við og húsnæðisáætlun sem við erum að leggja fram eða höfum verið með hér til umræðu, þar er verið að tala um að hágildi hennar séu, þú veist, einhverjum 200 íbúðir á ári sem við þurfum að byggja til þess að anna eftirspurn. Og eins og bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson kom inn á, þá var það helsta verkefni skipulagssviðs og skipulagsráðs er einmitt að hafa nægt framboð af lóðum og til alls konar fyrir sko fjölbreyttar íbúðir. 200 íbúðir, það miðað við sko umræðuna sem í samfélaginu núna að það komi til með að vanta jafnvel 4.000 íbúðir hérna á ári, næstu árin, að staða sé sú á markaði, að þá væri 200 íbúðir þá svona rétt að halda í við prósentulega íbúafjöldan á Akureyri. Það er að segja við væri þá rétt að taka okkar hlut af þeirri köku. Og ef að við teljumst vera svona vaxta svæði, þannig að við myndum kannski vilja fá aðeins meira af þeirri köku eða þú veist, við geta brugðist einhvern veginn við því og laða til okkar fleira fólk, þá getum við verið að tala alltaf sko 300 íbúðir. Og ég velti aðeins fyrir mig sko hversu, þú veist, hvernig getum við brugðist hratt við? Og þá eins og hefur komið fram hérna í máli bæði bæjarfulltrúa og Andra og fleiri, Þórhalls og Hildu og allar hérna sem hafa tekið til máls að þú veist að skipti máli að þetta byggð og þetta þú veist umhverfislega, bara rekstrarlega og allan þann hátt. Og við erum með þéttingarsvæði í gangi að þá hefur mér fundist gaman að þess að og við ættum og nýbæjarstjórn væntanlega að taka til skoðunar hugmyndir sem hafa komið fram hjá bæði verktaka og hafa verið í umræðu hérna í nokkur ár að byggja ofan á gömlu blokkirnar hjá okkur. Það er að segja þú veist að þegar nýbæjarstjórn hún þarf að taka ákvörðun það hvort hún ætlar að fara í að endurskoða aðalskipulag. Og ég held að það sé tækifæri í því fólgið að taka það til endurskoðunar og einmitt að breyta þá aðalskipulagi þannig að þarna sé bara opnist möguleiki fyrir verktaka að setja ofan á gömlu blokkirnar okkar og gera þannig þær íbúðir sem eru þar fyrir verðmætari og þétting byggðar yrði þá með sko aukin 1 eða 2 hæðum ofan á þær blokkir og byggt lyftuhús. Það er ein leið til að þétta og þar má líka einmitt sko kannski mögulega stækka byggingareiti. Þannig að þú veist, ég svona að kannski velta upp fyrir þá sem ég halda hér áfram næsta árið í bæjarstjórn að huga að þessu, að ég held að þarna séu tækifæri til þess að bregðast hraða við heldur en kannski ella. Og síðan má alveg velta fyrir sér sko hvort við höfum og hvort við séum að gera nægilega í að setja í skipulagið. Þú veist, við erum ofta að bregðast við erum alltaf svona aðeins á eftir sjálfum okkur. Þannig að ef við ætlum að taka við því sem mögulega er að koma, það er að segja einhver bylgja og sem ég held að geta alveg orðið. Bylgja að fólki sem vill búa á stað eins og Akureyri. Þetta er bara rólegt, þetta er allt til alls hérna, stutt í náttúruna og hvernig ætlum við að bregðast við því? Hratt og örugglega. Og við gætum þurft mögulega að setja meira í skipulagið og vera tilbúin með meira. Því að þó að við mögulega gætum setið uppi með eitthvað skipulag sem gengur ekki upp eins og sem gengur ekki út og lóðir eins og bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson kom hérna inn á að við héldum að þetta væri ekki að fara út, það væri enginn að fara að byggja svona, en svo á endanum fer það. Og og þessar bylgjur þurfum svolítið að vera tilbúin í og einmitt í líka þessar fjölbreyttu búsetuform og eins og bæjarfulltrúi Hilda hérna kom aðeins inn á að við ættum kannski líka á þá næsta bæjarstjórn, svona næstu verkefni, væri kannski að setja okkur einhverja stefnu ný hverfi eða stefnu það hversu mikið prósenta, líkt á Reykjavíkurborg hefur gert, ætti að vera af húsnæði við hverfis, ætti að vera í formi leigufélaga eða óhagnadrifna félaga eða félagslega kerfisins. Þannig að við þurfum að huga þessu öllu og við höfum ekki sett okkur þessa stefnu. En ég held að það væri gott að hvort sem við byrjum þessa umræðu núna í lok þessa kjörtímabils en fyrir nýja bæjarstjórn, þá er þarna alveg bara ógrynni verkefna og ég tek undir með bæjarfulltrúi Sunnu sem koma inn á Odderinn og sjálfsagt fleiri, hjá bara eftir í hjá henni,
Að Oddeyri, þar þetta bara heilmikil tækifæri og við vorum einmitt í byrjun þessa kjörtímabils alveg uppfull af hugmyndum að við ætlum að koma Oddeyrin af stað og allir bæjarfulltrúar sammála að við myndum gera allt til þess. Það gekk hins vegar ekki eftir og þá verðum við svona bara aðeins að skoða, ok, hvað gekk ekki og það var vegna þess að það byggingamagn sem eða hlutaskýringun það byggingamagn sem var leyft og leyft samkvæmt skipulagi, það var ekki nógu freistandi fyrir verktaka til þess að fara af stað. Og ég held reyndar að það komi jafnvel til með að breytast vegna þess að nú erum við farin að selja lóðir og við erum að farin að, þetta fara að vera dýra og það fara að vera verðmætara að eiga lóðir eða eiga hús sem ætla svo að byggja og við sjáum það gerast núna bara ítrekka að það verið að kaupa hús og breyta þeim og byggja ofan á líkt og Borgarbíó og niður í miðbæ. Og Oddeyrin, skilur við, hún akkúrat þannig svæði, þetta alveg ídelt svæði, snjólétt, enga brekkur og eins og bæjarfulltrúi Andri kom inn á þarna skóli sem getur tekið við fleirum og bara ekki spurning að þarna hefur að byggja upp. Ég segi bara skipulagsmál við getum talað endalaust þau, þarna bara alveg ógrynni tækifæra og ég segi verkefni næstu bæjarstjórnar verða ærin að taka við öllum þessum straumi sem við flytja til okkur. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og farið inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Næst ykkur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta búin að vera skemmtileg umræða og ég svo innilega sammála Höllu að við hefum að setja svolítið meiri pening í skipulag og vera tilbúin með meira því að það dýrt að þurfa að segja nei. Það dýrt að segja því miður þú getur ekki flutt þitt fyrirtæki, við höfum enga lóð sem að hentar fyrir þína starfsemi og þá fer fólk og fyrirtæki að leita eitthvað annað. Þannig að auðvitað hefur við að kappkosta að skipuleggja okkar svæði og það hlýtur að vera verkefni nýrrar bæjarstjórnar að taka upp aðalskipulag og ráðast í það að vinna hratt og vel og hugsa núna verulega lengra fram í tíman og jafnvel að setja meiri peninga í skipulag þannig að við eigum svolítið að skipulagi á lager. Þetta held ég að við verðum að setja okkur markmið á nýju kjörtímabili. Búseturéttarúrræði jákvætt dæmi í þessu öllu saman og Hilda, takk fyrir að koma inn á þetta. Við úthlutum 4 lóðum í Holtahverfinu núna nýlega undir svona verkefni og ég bara bind miklar vonir við að það fari í gang. Þannig að bara leið og lóðirnar eru klárar núna í maí að þar hefjist uppbygging á því verkefni. Þannig að bara svona rétt til að svara því, en takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið laust. Þessi fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðust, þá segjum við umræðum þennan lið lokið og þá komið að síðasta liða dagskrá, það skýrsla bæjarstjóri, málstekur bæjarstjóri, Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Síðan við hittum síðast á þessum vettvangi hef ég meðal annars setið fund Samtaka sjávarútvegs sveitarfélaga þar sem kynnt var mjög athyglisverð greining á gjaldtöku af sjávarútvegi og fiskeldi á Íslandi ásamt fleiru. Þá hef ég heitt Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, háskóla, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra til að ræða ýmis mál sem varða uppbyggingu og þróun þessara málaflokka hér á Akureyri og í því samhengi rétt að geta þessa Áslaugu mun ávarpa málþing listnám á háskólastigi á Akureyri sem haldið verður í Ketilhúsinu 30. mars næstkomandi. Í síðustu viku mætti ég á fund öldungaráðs Akureyrarbæjar ásamt Evu Hrund Einarsdóttur bæjarfulltrúa og formanni fræðslu- og lýðheilsuráðs og var afar ánægjulegt að sjá og heyra hversu skelega fulltrúa eldri borgarar eiga í öldungaráði. Til umræðu var meðal annars aðgerðaáætlun í málefnum eldra fólks á Akureyri sem gildir út þetta ár og því þarf senn að huga að endurskoðun uppfærslu hennar. Loks vil ég nefna að við nokkrir starfsmenn bæjarins höfum átt fundi með heilsuvernd brunavarnir í Austurbyggð 17 þar sem öldrunarheimilin eru til húsa. Lögð hefur verið fram tímasett framkvæmdaáætlun og nú unnið að fullum krafti að nauðsynlegum endurbótum og breytingum á húsnæðinu. Þær tafir sem hafa orðið á þessum framkvæmdum skýrst fyrst og fremst að tregðu ríkisins til þess að samþykkja greiða sinn hluta kostnaðarins en það samþykki nú fengið og því horfir þetta nú allt til betri vegar.
Læt ég þar með lokið yfirferð nokkur helstu atriði í dagskrá minni frá síðasta fundi bæjarstjórnar. Takk. Þá hefur bæjarstjóri lokið máli sínu og dagskráin þannig tæmd. Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa,